og allsstaðar þar sem að kom og þá sagt þá sem Kanadamenn að þessir Vestur-Íslendingar eru duglegir og heiðarlegir. Heiðarlegir og duglegir. Það eru ansi góð einkunnarorð sem að þeir fá á sig og hafa fengið á sig í gegnum áratugina. Vesturfarar voru Íslendingar sem héldu til Brasilíu, Kanada og Bandaríkjanna á árunum 1870 til 1914. Alls fluttu 15 til 20.000 Íslendingar vestur haf sem samsvaraði 15 þjóðarinnar á þeim tíma. Í dag eru Íslendingar og fólk af íslenskum ættum tugir ef ekki 100.000. Þjóðrækningsfélag Íslendinga í Vesturheimi sem var stofnað 1919 gengur nú undir nafninu The Iceland National League of North America. Félagi heldur nú í maí upp á 100 ára afmæli sitt í Vesturheimi. 2 áratugum síðar var síðan systurfélag stofnað hér á landi sem heitir Þjóðrækningsfélag Íslendinga. Félagi hefur það markmið að efla samhygð og samstarf milli Íslendinga heima og erlendis og tengsl við fólk af íslenskum ættum í Norður-Ameríku. Til að ræða þessi tengsl okkar við afkomendur í Vestur Íslendinga hingað komið Hjálmar Vog Hannesson, fyrrum sendiherra og einn forystumanna Þjóðrækningsfélag Íslendinga. Velkomin Hjálmar. Kannski fyrst, hver Hjálmar Vog Hannesson? Já, hann nú 73 ára gamall Íslendingur, fyrrverandi diplomat og kennari í stuttu máli og Reykvíkingur af miklu leyti, en 1/4 Færeyingur og úr Stykkishólmi og Suðurlandi. Og þú átt langan feril í utanríkisþjónustunni? Já, það urðu meir en 40 ár sem ég var þar að störfum, víðsvegar heiminn. Það áætla 15-20.000 manns hafi farið vestur haf. Vitað hversu margir í dag telja sig vera íslenska eða með íslenska rætur í Vesturheimi? Þetta rétt, það er svona talað 15 Íslendingar sem fóru. 20.500 talan stundum nefnd. Ég hef ekki séð og veit ekki rannsóknir eða öruggar heimildir fyrir því hversu margir telja sig af íslensku bergi brotnir í Vesturheimi. En miðað við svona eðlilega fjölgun og samanburð þá við líka við fjölgun á Íslandi, auk þess að Vestur-Íslendingar fengu aðstoð við fjölgunina, því að auðvitað eru þeir blandaðir, að þá erum við svona með menntaða ágiskun að 100 til 150.000 manns í Norður-Ameríku telji sig af íslensku bergi brotnir. Þetta er stór hópur. Þetta er gríðarlega stór hópur og merkilegt. Náttúrulega stærsti hluti þessara 20.000 15 fóru til Kanada, langflestir, og síðan stærsti hluti þeirra settist að í Manitoba, Winnipeg og Nýja Íslandi, og þar að mörgu leyti miðstöðin enn þann dag í dag. Og Kanada stjórnir hafa ávallt lagt mikla áherslu á að menn viti hvaðan þeir koma. Þetta er innflytjenda land rétt eins og Bandaríkin. Þeir eru með þessa stefnu sem kallast menningarlegt mósaík. Það er að segja að fólk viti hvaðan það kemur, auðvitað sé Kanadamenn, en Bandaríkjamenn hafa aðra stefnu sem eiginlega kölluð á ensku melting pot, að þá sem sagt fólkið og svo öllu blanda saman. Þetta svona í grófum dráttum, og þess vegna mun erfiðara að henda reiður á hversu margir af íslenskum ættum frá þessum tíma eru í Bandaríkjunum. Það mun auðveldar í Kanada því þar hafa menn haldið hópinn, haldið í menningarrætur ýmsar og ekki síst á þessum slóðum sem ég nefndi, Manitoba
og þaðan vestur að Kyrrahafi. Hvernig tengist þessi hópurinn á utanríkisstefnu Íslendinga? Þetta náttúrulega geysilega merkilegur grunnur að byggja á þegar að stofnað sendiráð í landi eins og Kanada og í Ottawa og á undan því var stofnað 1999 stofnuð skrifstofa aðalræðismanns Íslands í Winnipeg og það var til þess að viðhalda og styrkja þessi tengsl og náttúrulega niður í Bandaríkjunum auðvitað gömul hefð fyrir að vera í sterkum samskiptum við sérstaklega Minnesota og Norður Dakota og sendiráð í Washington auðvitað sér þau samskipti eða sá þau samskipti að mestu leyti og gera hluta til ennþá en aðalræðisskrifstofan í Winnipeg hún er mjög sérstök að því leyti til að aðalræðismaðurinn, hann fer yfir landamærin suður til Bandaríkjanna og tekur þátt í alls konar hátíðahöldum í Mountain, Norður Dakota og fer til Minnesota í Minnesota, þar sem var mikil Íslendingabyggð og fer til Minneapolis í Minnesota, auðvitað í góðu samkomulagi við sendiráð Íslands í Washington. Þannig að hann fer yfir þessi landamæri og starfar beggja vegna og hann fer auðvitað víða Kanada og svolítið víðar í Bandaríkjunum en þetta. Það sum félögin sem þú nefndir, 46, eru félög eða tiltölulega ný aðfluttra Íslendinga og eru þá dálítið annars eðlis heldur en þessi gömlu vestur Íslendingafélög og auðvitað hjálpar það öllum viðskiptum til dæmis, nú er ég að tala fyrirtækjaviðskipti, að hafa fólk sem að lítur til Íslands jafn mikið og sterkt og þessi félög gera öll, bæði gömlu og nýju. Þannig að þetta skiptir verulegu máli þannig líka í krónum og aurum. Mér langar að spyrja aðeins þjóðræknisfélagið. Ég veit þú varst formaður og skilaðir af þig núna var það ekki bara núna í febrúar. Getur þú sagt okkur aðeins frá því félagi og hver verkefni þess eru? Já, það var sem sagt eins og þú sagðir í upphafi stofnað 1939 og að halda upp á 80 ára afmæli á þessu ári og vestur íslensku samtökin eru að halda upp á 100 ára afmæli. Þannig að þetta mikið afmælisár. Snorraverkefnin eru að halda upp á 20 ára afmæli. Ef ég má aðeins segja... Snorraverkefnin eru hver? Já, Snorraverkefnin byrja 2000, raunar 99 farið af stað og þau eru þannig að tekið á móti vestur íslenskum ungmennum frá Kanada og Bandaríkjunum á Íslandi og þau koma til 6 vikna dvelja viku í Reykjavík og svo farið reynt að finna út hvaðan þau komu af landinu og reynt að finna þar ættingja fjarskylda og síðan sameiginlegt ferðalag og svo að lokum aftur gist í Reykjavík. Þessi ungmenni eru mörg hver, byrjuðu að koma fyrir 20 árum, eru mörg hver tekin við í forystu þessara félaga núna. Þannig að öll sú félagsstarfsemi hefur gengið í endurnýjun lífdagana, stórmerkilegt og sýnir að þetta var mikil framsýni sem var á bak við þessa hugmynd. Síðan þróaðist þetta að íslenskir unglingar eða ungmenni 18 ára og eldri fóru héðan til Vesturheims á vestur-íslendingaslóðir og svo hefur þetta líka þróast þannig að svokallað Snorri Plus að þá koma eldri vestur-íslendingar í heimsóknir til Íslands að sumri til og dvelji í 2-3 vikur. Það allt miklu minna umleikis.
Og það nýjasta að heyrnarskertir eða heyrnarlausir Vestur-Íslendingar, 2 koma hingað og 2 slíkir fara til Vesturheims á Íslendingaslóðir. Þannig að þetta hefur þróast á þennan veg og mjög merkilegt hversu vel þetta hefur allt gengið og hversu sterkar nýjar grunnbyggingar hafa orðið til út af þessu. Þannig að þessi þjóðrækni, þetta eru sterk tengsl. Já, gríðarlega sterk og við verðum að hafa í huga að þarna eru aðilar, fjöldinn allur af fólki af íslensku ætterni og það höfum við hvergi annars staðar í þessum mæli. Winnipeg kannski ennþá næst fjölmennasta íslenska borgin. Maður gengur götur og rekur sig allstaðar á íslenska arfleifð. Tala nú ekki ef við förum í nýja Ísland, Gimli, þar menningarsetur og þar eru alls konar byggingar og allt íslenskt. Árnes, Árborg, Lundar, Hnausar, Mikley, þetta eru allt saman staðir þar sem lifandi fólk af íslenskum ættum. Og ég veit það að ferðir hafa aukist mjög í báðar áttir. Meðal annars eftir að Böðvar Guðmundsson skrifaði sínar frábæru bækur og Egill Helgason gerði vesturfaraþættina. Þá hafa Íslendingar flykkst á þessar slóðir og ég fullyrði það að enginn sem fer á þessar slóðir, hvort sem þær eru Minnesota í Minnesota í Bandaríkjunum eða Norður-Dakota í Mountain, þar sem mikil hátíð í ágústbyrjun og ennþá stærri hátíð 40 til 60.000 manna í Gimli. Enginn sem héðan fer á þessa staði kemur samur maður tilbaka. Þarna eru svo miklar sögulegar forsendur til þess að gleðjast saman Hjálmar Vog, kæra þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Takk.